600. og 13. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Hljómahöll þriðjudaginn 15. júní 2021 klukkan 17 hér með settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Sandes, Styrmir Gauti Fjellsteð og sá sem hér stendur Guðbrandur Einarsson ásamt bæjarstjóra Kjartanim og Kjartansinni og Hrefnu Gunnarsdóttur sem ritar fundargerð. Mér hafa ekki borist upplýsingar bæjarfulltrúi Miðflokksins mætir hér innan tíðar. En það eru 8 mál á dagskrá fundarins, en þau eru Númer 1 fundargerðir bæjarráðs frá 3. og 10. júní, Númer 2 fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 4. júní, Númer 3 fundargerð fræðsluráðs frá 4. júní, Númer 4 fundargerð barnaverndarnefndar frá 9. júní, Númer 5 fundargerð velferðarráðs frá 9. júní, Númer 6 stefna og viðbragðsáætlun Reykjanesbæjar gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi, og þetta fyrri umræða. Og síðasti liður eru kosningar til eins árs samanber samþykkt stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Já, og síðast það sumarlið við bæjarstjórnar. En á getur bæjarfulltrúa þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fyrsta dagskrárlið sem eru þá fundargerðir bæjarráðs frá 3. og 10. júní og orðið laust. Friðjón Einarsson gerði svo vel. Forseti ágæti bæjarfulltrúar. Mér langaði að aðalega fagna hérna þegar ég kem hérna upp vegna þess að Dalshverfi 3 að verða veruleika hjá okkur en í bæjarráði 3. júní var samþykkt að taka tilboði heimamanna í verkefnið að hefja framkvæmdir við Dalshverfi 3 og þetta eru 300 einingar sem munu vera byggðar hérna. Þetta stórt mál og framkvæmdir hefast núna í sumar og úthlutun lóða hefst síðan svona seinni part sumars. Stórt verkefni og síðasti áfangin af þessu hverfi, Dalshverfinu og leið fullnýting innviða eins og skóla og þvíumlíkt. Mikið og gott verk og kallar á líka á mikla framkvæmdir á sveitarfélaginu og stóra áfangi fyrir okkur að klára þennan áfanga á þessum stað. Annan sem ég vildi nefna líka er að nýlega eins og kemur fram í fundargerð, sömu fundargerð að taka knattspyrnuvöll á Ásbrú í notkun, lagfæra gaman völl og bæjarráð samþykkti beiðni frá knattspyrnudeild Keflavíkur viðhald á þessum knattspyrnuvelli og halda þar námskeið fyrir unga krakka, unga sem eldri og hérna það mjög jákvætt að það sé hafið almennileg starfsemi þar upp frá og við vil hrósa félaginu fyrir að leggja í þetta verkefni sem hefur kannski setið aðeins á hakanum. Það hafi ekki fleiri kvassi ljós undir þessu lið. Þeir sem samþykkt geta fundargerðir bæjarráðs frá 3. og 10. júní eru beðin að gefa merki. Og þær eru samþykktar 10-0. Og þá það liður 2 sem fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 4. júní. Og þar eru nokkuð mál sem við þurfum að greiða sérstaklega atkvæði Og það fyrsta liður númer 7 sem Bólafótur 1. Niðurstaða grenndarkynningar, orðið laust þennan lið. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls undir þessu lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 7 eru beðin að gefa merki. Og hann samþykktur 10-0 og þá það liður númer 8, Furudalur 7, breyting á byggingarreit, orðið laust þennan lið.
Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessu lið. Þeir sem samþykkt geta lið nr. 8 beðum að gefa merki. Hann er samþykktur 10-0. Þá er það liðið nr. 9, Faxabraut 74, stækkun á bílskúr. Orðið laust lið nr. 9. Það er enginn sem kveður sér ljós undir lið nr. 9. Þeir sem samþykkt geta lið nr. 9 beðum að gefa merki. Og hann er samþykktur 11-0. Og þá er það liðið nr. 10, Norðurtún 8, fjölgun íbúða. Orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér ljós undir lið nr. 10. Þeir sem samþykkt geta lið nr. 10 eru beðin að gefa merki. Hann er samþykktur 11-0. Og þá er það liðið nr. 11, Markdalur 24, breyting á hæðasetningu. Orðið laust lið nr. 11. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið nr. 11 eru beðin að gefa merki. Og hann er samþykktur 11-0 og þá er það liðið nr. 12, Skólavegur 7, bílastæði. Orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið nr. 12 eru beðin að gefa merki. Hann er samþykktur 11-0 og þá gefur forseti orðið laust fundargerðina að öðru leyti. Einhver sem óskar eftir að fá að taka til máls. Margrét Sanders gerir svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég kem hérna upp vegna 5. máls, Fitjar deiliskipulagstillaga. Við erum eingöngu að koma hérna upp til þess að nefna það að af því að þetta er ennþá í vinnslu, þetta mál, þetta er deiliskipulagstillögu frá Fitjabakka að Stekkjarkoti og Víkingaheimum og þetta er ennþá í vinnslu, þetta er alls ekki fullgert, það er ekki tillaga þetta, en það sem að við teljum bara á frumstigu málsins sé mikilvægt að málið fari fyrir stjórn Reykjaneshafnar og þess vegna óskum við eftir að verði bókað að Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ leggur til að hugmyndum sem koma fram í fundargerð varðandi breyting á skipulagi frá Fitjabakka að Stekkjarkoti og Víkingaheimum, sérstaklega það er varðar færslu byggingareits á lóð frá gömlu steypustöðinni í 8 Njarðvíkurhöfn verði send strax til stjórnar Reykjaneshafnar til umsagnar vegna þeirra áhrifa sem breytingin gæti haft á atvinnu uppbyggingu tengda höfninni. Og undir þetta rita bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Margrét Sanders, Anna Sigríður Jónasdóttir og Baldur Guðmundsson. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Þetta verður þá bókað. Einhverjir fleiri sem óskar til að taka til máls fyrir Jón Einarsson, gerir svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, undir þessum lið 5, þá kemur fram þar að unnið að deiliskipulagi fyrir svæði frá Fitjabakka, Stekkjarkoti og Víkingaheimum. Markmið skipulagsins er lýðheilsa, náttúruvernd og náttúruskoðun. Hér þetta bara lagt fram. Ég tek nú ekki undir þessa tillögu að vísa málunum til Hafnar, en mér finnst sjálfsagt aftur á móti að koma því áfram að menn leiti ráðgjafar hjá höfnunni varandi framtíð á svæðinu þar sem Dráttarbrautin er. Þetta hefur áður verið rætt hérna og þarna ekki verið komið að niðurstöðu eða skipulagi sé klárt, heldur verið að vinna það og þetta bara lagt fram. Þannig að ég myndi frekar taka undir að ráðið heyri í, sem ég efast ekki að þeir hafi þegar gert, en að beina þetta til ráðsins að þeir hafi samband við Hafnarstjórn og heyri í þeim og fá álit þeir á þessu. En það klárt að þetta er unnið á réttum stað, en að sjálfsögðu geta með leita sér áðgjafar víðar. En ég tel ekki að þetta eigi að vera einhver leiti á borði Hafnarinnar annars. Þannig að ég tek ekki undir því að vísa í þangað. Takk.
Takk fyrir þetta. Ég gerir bara ráð fyrir að það hafi ekki verið neina sérstakar tillögu að ræða hjá bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins í málinu, annað en það bara, þetta væri þá bara ábending sem vert væri að taka tillit til þegar að málið var í skoða frekar, en við værum ekkert að taka einhverja sérstakar afstöðu til málsins núna. Þannig að þetta fer þá bara inn í þá vinnu sem að fyrirhuguð varðandi þetta svæði hjá ráðinu sjálfu. En orðið laust, það Jóhann Friðrik Geirsvæl. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Man kann bara stuttlega að koma hérna upp og minnast aðeins á þessa tillögu sem kemur fram hérna í ráðinu varðandi sumarferðavagnan okkar sem hafa nú verið til umræðu hérna á samfélagsmiðlum. Tillaga það að sveitarfélagið reyni að finna einhvern stað sem að íbúar getur kannski lagt þessum ágætu vögnum yfir sumarið. Ég tek því fagnandi. Ég hef nú gert það að ganni mínu að labba sveitarfélagið og það allur gangur á því hvernig þetta er. Eðlilegt, þetta eru oft á tíðum stór og veigamikil hýsi sem að fólki að ferðast landið með. Þannig að þessu hefur verið vísað til sviðsstjóra umhverfissviðs. Honum var falið að vinna málið áfram. Ég efast ekki það að við getum fundið einhvern góðan stað og veitt þessa þjónustu og í framhaldið þyrfti að taka ákvörðun það hvort að hún væri gegn einhvers konar gjaldi, en þetta veit ég hefur tíðkast annar staðar, þannig að ég vildi bara minnast á þetta og fagna þessu. Baldur Guðmundsson, Geirsvæl. Já, virðulegi forseti og góðir bæjarfulltrúar, bara árétta að það sem við erum að leggja fram krefst ekki neinar atkvæðagreiðslu eða frávísunar eða neitt þannig. Við erum bara að leggja það til að í þessari vinnu þá verði leitað alveg sérstaklega til stjórnar Reykjanesafnar, þannig telju þeir svona þetta að hluta í þeirra umdæmi. Þannig að þetta er bara ábending og hún er ekkert pólitísk eða lögð fram að illgirni eða hörku eða neitt. Þetta er bara eitthvað vinnulag sem við vorum að benda á. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Baldur. Ég leit þannig á að svo sem að þarna væri bara ábendingar að ræða þrátt fyrir að þarna sé verið að leggja eitthvað til og þegar maður leggur eitthvað til þá er það svo sem tillaga en svona formsins vegna en ég held að þessu sé bara komið á framfæri bæði þá gegnum ráðsmenn okkar í ráðinu að það veri leitað umsagnar hjá fleiri aðilum heldur en enda held ég að sé gert ráð fyrir því að þar sem að mikilvægt svæði sé að ræða, það verið leitað umsagnar á breiðum grunni í þessu. Eru fleiri sem óskar að taka til máls undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs? Svo er ekki, þá ber ég hana upp til afgreiðslu þeir sem samþykkt geta fundargerðina eru beðin að gefa merki. Og hún er samþykkt 11.0 og þá er komið að fundargerð fræðsluráðs og þar við beðum orðið Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar að koma hérna undir síðasta fundi fræðsluráðs frá 4. júní. En eins og okkur er kunnugt að þá hefur menntastefnan verið lögð fram og drögað henni og óskað eftir umsóknum í nefndum ráð Reykjanesbæjar
Þetta er glæslega og velunnin stefna sem ég efast ekki að hafa verið samþykkt víða í stjórnsýslunni og hérna í bæjarstjórn síðar. En ástæða þess að ég stend hérna er liður 2 sem er samþætting skólastarfs og íþrótta og tómstundastarfs. En nýverið hefur verið kynnt verkefni samþætting skóla og íþrótta og tómstundastarfs sem á að hefjast í ágúst næstkomandi. Verkefnið er fjármagnað en þar verður boðið upp á akstur í íþróttir og tómstundir frá grunnskóla Reykjanesbæjar fyrir nemendur á frístundaheimilum. Mér finnst þetta er stór breyting og stórt verkefni sem við vonumst að takist vel til og auðveldi ungu fólki alls þar í Reykjanesbæ að taka þátt í íþrótta- og tómstundastarfi. Við höfum öll sem eining staðið að þessu og menn mjög sammála að þetta væri gott verkefni sem við ættum að leggja upp með til framtíðar og nú vorum við að stíga fyrstu skrefin og við vitum það að þetta er kannski einhver leyti tilraunaverkefni til að byrja með. Við þurfum að læra dálítið af þessu fyrstu mánuðina, hvernig best er að gera þetta. En ég vil bara hrósa íþrótta- og tómstundafulltrúa Hafþóri B. Birgisson og hans fólki sem hefur lagt þetta upp og ég er viss það að þetta muni vekja mikla lukku þegar þetta fer af stað. Annar mál sem ég vildi nefna hérna er í fjórði liður, það er allir með. En það var glæsilegt verkefni sem fór fram í vetur og vakti mikla athygli og tókst mjög vel og hefur vakið virkilega jákvæða athygli víða land. Og ég ætla að taka undir með fræðsluráði að við skoðum það í fjárhagsáætlun næsta árs að þetta verkefni verið framhaldið og það verið lagt til fjármagn til að svo það sé hægt. Takk fyrir þetta, Anna Sigríður Jónasdóttir. Bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég kem inn undir fyrsta lið í fundargerð fræðsluráðs sem er menntastefna Reykjanesbæjar. Ég vil bara byrja að þakka þessum stýrihóp fyrir bara velunnin störf og góða vinnu. Þetta eru drög sem eru lögð fram væntanlega fyrir alla nefndir og það hefur verið bara unnið vel að því að finna breiðan hóp og tekin rýni viðtöl við börn og ungmenni og fullari fólk til að skoða stefnuna og hún er mjög vel skrifuð. Hún er bara virkilega vönduð og ég myndi vilja sjá bara þennan stýrihóp skrifa góða grein í Víkurfréttir þegar menntastefna verður tilbúin því að þetta eru greinilega góði pennar og ég sakna þess örlítið að sjá ekki meira skrifað skólastarf í Reykjanesbæ. Ég er ótrúlega stolt að þið þegar ég er að tala við fólk sem býr ekki í bænum hvað við erum með frábæra leik og grunnskóla og ég hik ekki við að segja fólki að ef það er að velta fyrir sig hvort þið að flytja hingað eða í eitthvað annað sveitafélag eða með mikið af börnum þá hvetjum við til að koma hingað og skoða skólan okkar. Ég man nú eftir því fyrir örfáum árum þegar komur út úr og það voru fólk sem vann í Reykjavík í menntamálum, það kom hingað til þess að fá bara góða kynningu á því hvernig leikskólastarfið fer fram hér í Reykjanesbæ. Svo mikið var rætt það, þannig að ég sakna þess að sjá ekki fleiri fréttir menntamál í Reykjanesbæ. Og svo er það mál númer 3, forskóladeild fyrir 5 ára börn. Ég er spennt að heyra það hvernig, kannski bara í haust, ágúst, september kannski, þegar verður búið að fara yfir bara kosti og galla þess að bjóða upp á forskóladeild fyrir 5 ára börn í sveitarfélaginu. Því að við höfum talað það að við þurfum að vera sveigjanleg í menntakerfinu. Við þurfum líka að vera sveigjanleg fyrir því að vilja breyta. En allavega fyrst og fremst að skoða hjá öðrum þar sem þetta hefur verið gert og vera þá opin fyrir því að skoða kosti og galla við að bjóða 5 ára börnum upp á skólavist.
einnig að mikil eftirspurn hefur verið eftir leikskólavist fyrir yngri börn. Það er eitthvað sem hefur verið örugglega rætt á hverju einasta ári og það er bara misjafnt eftir í hvort að við erum að tala um 18 mánaða eða niður í 12 mánaða og reyna að brúa bilið á milli þess fæðingarorlofs og leikskóla. Við þurfum að skoða það verulega því að það er, eins og allir vita, alltaf fjölgun í Reykjanesbæ og það eru mörg börn að fæðast í bænum okkar. Svo langar mér bara að lokum að þakka foreldrum í foreldrafélögum í Reykjanesbæ í grunnskólanum fyrir góða ársskýrslu frá FFGIR og það er greinilegt að það var mikið og gott starf unnið þrátt fyrir COVID í vetur. Takk. Margrét Sandnes Skersvæl. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég kem hérna undir öðrum lið samþætting skólastarfs og íþrótta- og tómstundastarfs. Við rættum þetta á síðasta bæjarstjórnarfundi og við höfum rætt þetta í bæjarráði líka. Og ég vil lýsa því yfir að ég fagna og tek undir orð Friðjóns að þetta er gríðarlegt framfaraskref að samþætta skólastarfið og íþrótta- og tómstundastarf og vera þá með akstur fyrir íþróttur og tómstundur frá grunnskólum Reykjanesbæjar. Fyrir nefndir í frístundaheimilum stendur hér. Það er það eina sem að við erum kannski ekki alveg sátt við, en í heildina er þetta algjörlega frábært verkefni og skiptir miklu máli og við höfum líka lagt áherslu á að íþrótt- og tómstundastarf fari líka til grunnskólana og við höfum rætt það líka og er verið að vinna því einnig. En ástæða þess að við erum með bókun og óskum eftir að þetta verði endurskoðað varðandi það að einskorða okkur við nemendur á frístundaheimilum, að þá leggjum við fram eftirfarandi bókum með leyfi forseta að Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ fagnar því að akstur í íþróttir og tómstundir verði hafin í ágúst fyrir 1. til 4. bekk en leggur til að aksturinn verði fyrir öll börn í 1. til 4. bekk en ekki einungis þau börn sem eru á frístundarheimilum. Og ég óska þá að þetta verði tekið til afgreiðslu hér. Takk. Já, það er komin tillaga sem að óskaður eftir að vera tekið til afgreiðslu. Ég langar kannski að segja nokkur orð um þetta. Við erum eins og í öðru þróunarstarfi að fikra okkur áfram og vitum svo sem ekki hver niðurstaðan í lokin verður. Það er hluti af stefnu okkar að samþætta íþrótt- og skólastarf, láta þetta vera einhvers konar heild, einhverja samfellu í þessu öllu saman, að því að við lítum nú þannig á að íþróttastarf sé hluti af uppeldisstarfi sem við erum að starfrækja og við viljum láta þetta ganga eðlilega fyrir sig þannig að börn sé ekki hlaupandi með skólatösku heim og sækja íþróttatösku en í millitíðinni höfum við búið til eitthvað sem heitir frístundaskóli sem að það var mikil krafa og hávær krafa fyrir mörgum árum síðan að setja í gang þennan frístundaskóla. Og það hefur að ákveðnu leyti gengið ágætlega en þó ekki eins og væntingar stóðu til Við vildum að fleiri börn myndu sækja frístundaskóla heldur en reyndin og samkvæmt þeim upplýsingum sem íþróttafulltrúi sagði okkur frá hér á bæjarráðsfundardaginn, þá munar það bil 200 manns á börnum á Akureyri og Reykjanesbæ
hvað þau eru með miklu fleiri börn í frístundaskóla. Þannig að þetta geti til dæmis, og það var nú kannski verið að horfa til þess að við gætum þá með þessu verið að styrkja þennan valkost, frístundaskóla valkost. Áður en við héldum lengra með þetta, niðurstaðan kannski verður svo að við getum farið að bjóða þetta upp, að bjóða öllum börnum upp á þetta, en kannski verður það ekki, kannski verður þetta bara þannig að við verðum með akstur úr frístundaskóla í íþróttir og styrkjum síðan almenningsvagnarsamgöngur að öðru leyti. Og ég er nú einhvern veginn þannig að ég myndi gjarnan vilja sjá almenningsvagnarsamgöngur okkar styrkjast svona til framtíðar ef að þessi er kostur. Þannig að mér finnst nú eðlilegt að við gefum þeim sem er að reyna að keyra þetta verkefni af stað tækifæri til þess að gera það áður en við förum að útvíka það eitthvað frekar. Það er þá miklu nær að við tökum stuttan aðlögunartíma í þetta og þetta verður þá endurskoðað eftir tiltekinn tíma. Ég held að sé bara nauðsynlegt að fólk fái ráðrúm til þess að skoða þetta verkefni og vita hvort og það skili þeim árangri sem að við viljum að það skili. Þannig að ég vil leggja til að við ykkur ágætu bæjarfulltrúar að við samþykjum ekki þessa tillögu núna, heldur leyfum verkefninu að fara í gang eins og búið er að ráðgera og látum það duga að sinni, hvað sem síðar verður. En orðalaust, Friðjón Einarsson gerði svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Á fundi með bæjarráði nýverið farið yfir hugmyndi stýrihópsins sem hér ræðir, samþætting íþrótta- og tómstundastarfs við skólastarf, og meginatriðin í þessu er það að gert er ráð fyrir að starfsmenn í frístundaheimilum fylgi börnunum í vagnana og inn í þá byggingu sem við á hverju sinni, og þar mun þjálfari og leiðbeinandi taka við þeim. Ég held og er sammála forseta að við eigum að fara varlega í þessu. Við þurfum að gera þetta vel, vanda okkur, og eins og kom fram hjá íþrótta- og tómstundafulltrúa í bæjarráði að þá vita þeir að af þessum áhuga bæjarstjórnar að fleiri geti nýtt þessa vagna, en þeir hafa lagt til að það veri farið varlega af stað með að vera að þróa verkefnið og sjá hversu fjölmennt þetta verður, hvernig þetta takist og hvernig samstarf allar þeirra aðila sem taka þátt í verkefninu, hvernig það gangi. Lykilatriði hérna er það að það er ekki verið að pikka upp einstaklinga hér og þar, heldur er brottfararstaðurinn frístundaheimili á hverjum stað, í hverjum skóla. Þannig að ég held að sé ágætt að við komum þessu dálítið á framfæri við stýrihópinn, þessum hugmyndum sem hér koma fram að fleiri fá aðgang, en ég held að sé mjög nauðsynlegt að stýrihópurinn hafi dálítið vald í þessu verkefni og að við fylgjum þeirri tillögu sem hér hefur komið fram hjá þeim og hefur verið kynnt hjá okkur tvisvar sinnum í bæjarráði. Þannig að ég tek undir orð forseta að við höldum okkur við þessa tillögu sem núna liggur fyrir. Þetta er auðvitað ekki hérna til neinnar hérna til umræðinu, þetta er ekki til neinar afgreiðslu hjá okkur, en það er sjálfsagt að koma á framfæri þessum hugmyndum að fleiri geti komið að þessu. En það er mjög áhugavert að vitna í Hafþór og tölur í frístundaheimilum, hvað eru fáir sem eru í frístundaheimilum í Reykjanesbæ með við sambærileg sveitarfélög eins og forseti nefndi, til að mynda Akureyri. En við erum að reyna líka að gera þetta ekki oflókið, en það er spurningin hvernig þetta reynist forstöðumönnum frístundaheimila að tekst að gera þetta verkefni svo að verði auðvelt. En ég held að það eru spurningar í þessu sem Hafþór nefndi. Það er til að mynda hvernig er best fyrir forstöðumenn frístundaheimila að halda utan á skráningu í aksturinn.
þarf maður að vera forskráður, já við þurfum að hafa það, þurfum að senda póst á foreldra, hvernig verður þetta auglýst og stundaskrá íþróttafélagana, þær eiga að vera tilbúin núna á miðjan ágúst. Þetta er mikið samstarf við alla aðila og ég vil bara ítreka það að við leyfum stýrihópnum að halda þessari vinnu áfram og vonandi er hægt að bjóða fljótt öllum þeim aldurshópi sem hér ræðir að nýta þessa vagna þó svo að þeir nýti ekki frístundaheimilin. En einhvers staðar þurfum við að byrja. Takk. Margrét Sandís Gersvel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Þetta í sjálfu sér, við erum mjög sammála þetta og við rættum þetta í bæjaráði að við höfðum áhyggjur af því að þetta væri eingöngu fyrir frístundaheimilin en við skulum átta okkur á því að vera með barna frístundaheimili, við fengum allan að það svar að þetta væri 16.000 á mánuði og ef að annar aðilinn heimavinnandi og atvinnulaus, við erum með hátt atvinnuleysisstig, að þá skiptir þetta máli að ef að fólk þarf að fara að borga sérstaklega í frístund til þess að fá þessar ferðir. En ég tek alveg undir að það er oft gott að hafa svona pilotverkefni eða pröfuverkefni fyrst, en þetta er bara svo mikil mismunun og ég held við séum öllu sammála því að við eigum að vera með frábært frístundaheimili og leið að við erum komið samþættingu þá og þegar atvinnulíf fer á fullt þá höfum við miklu meiri möguleika. En ég hræðist að núna séum við með ákveðin mismun og þetta er frá grunnskólum borgarinnar, við verðum höfuborg, ég er búin að sjá það. Við verðum með akstur frá grunnskólum bæjarins, þannig að forskráning og svo framvegis það ætti þá allan að vera þannig. En ég vil alls ekki fara að búa til eitthvað pólitískt voldveri út af þessu og að sjálfsöglegst að minni hálfu að þetta verður bara tekið til skoðunar frekar. En vil endilega ítreka það að mér finnst mikilvægt að fyrst að það er verið að fara þessar ferðir að við víkkum þetta út og ef þetta okkur megna þá það er búið að segja þetta í staðablöðunum að þetta fari af stað í haust og ég veit að fólk er að bíða eftir þessu. Þannig að ég held að við séum bara að búa til leiðindi með því að gera þetta ekki, að því þetta er frábært verkefni. Þetta er algjörlega frábært, við tek undir með þeim sem hafa komið hérna upp og lýst ánægðisinu með þetta. Takk. Takk fyrir Margrét. Jóhann Friðrik Gersvel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er ágætis umræða. Ég held að ég verð að taka undir með formanni bæjarráðs að við erum að taka eitt skrif í einu. Ég skilji líka alveg hvaðan Margrét er að koma og ég held að mig kannski þróa þetta í þessa átt yfir einhvern tíma. Það er svona mitt innlegg í þessu umræðu. Það þetta gríðarlega mikilvægt að þetta fara á stað í haust. Það er að undirbúa þetta mjög vel. Þetta eru börnin okkar. Við erum búin að vera öll sammála um þetta bæjarstjórn Reykjanesbæjar að fara þessa leið og það er bara mjög gaman að sjá þetta raungerast. Þetta er mikið utanumhald í kringum þetta. Gríðarlega mikilvægt að við vöndum okkur vel. Ég hlakka til þegar þetta fer af stað. Get ég þá skilið orð bæjarfulltrúa Margrétar þannig að þessi tillaga sé þá dregin tilbaka á þessum tímapunkti? Ok, þá erum við ekki að ræða hana frekar hér og getum þá haldið áfram fundinum en orðið laust. Margrét Sandís Gersvel. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég vil þakka forseta fyrir að hleypa mér upp hérna í þriðja skiptið en það vegna þess að það undir öðru máli, þess vegna var þessi vandræðagangur í mér áðan. Þetta undir öðru máli í fræðsluráði, þetta undir þriðja máli og mér fannst eðlilegt að koma og taka það fyrir sem sérstakt mál. Það sem að við erum gríðarlega ána með og við höfum rætt mikið við okkar fulltrúa í fræðsluráði að fulltrúar allra flokka í fræðsluráði eru mjög samstíga
Það hefur ekki verið mikill ágreiningur og þetta er gríðarlega viðamikið ráð. Þetta er allir grunnskólar, allir leikskólar og fleira. Þannig að það sem að okkur langar til að ræða hér eru leikskólamálin og það hafa verið gerðar frábæra skýrslur, ekki bara skýrsla leikskólamál og við höfum rætt það í bæjaráði og í bæjarstjórn og talið að það er, ég vil ekki segja vandræðagangur varðandi leikskólamál hjá okkur heldur að við vitum það að sérstaklega leikskóla 2 ára barna til 5 ára eða 6 ára að þar eru foreldrar mjög uppteknir af því að vilja vera í sínu hverfi af því að þarna myndast vináttubönd barna og þess vegna hafa menn eða foreldrar verið óánægðir þegar þarf að fara á annan leikskóla. Þannig að það er líka erfitt skipulag í kringum þetta. Það er annað með ungbarnaleikskóla. Þar er reynslan frá öðrum sveitarfélögum að það hefur ekki verið eins mikið mál að vera með færslur á milli leikskóla eða fara í önnur hverfi og svo framvegis. Við höfum verið með svokallað dagforeldrakerfi og einhverja hluta vegna hefur þeim fækkað. Er það út af því að við erum ekki að greiða nægilega vel með því eða erum við ekki að styðja nægilega vel við það eða er það kannski það að regluverki í kringum þetta allt sem er orðið ansi flókið. Við erum ekkert að gera eitthvað lítið úr dagforeldrum en vitum að mikill áhugi er fyrir ungbarna leikskóla í Reykjanesbæ og þráttur að Sjálfstæðisflokkurinn er að koma með þessa bókun að þá veit ég að það eru margir flokkar sem hafa og fulltrúar margra flokkar sem hafa rætt þetta. En eftir að hafa rætt við okkar fulltrúa í fræðsluráði þá held ég að þessi bókun okkar bara verði þetta til þess að þá ýta málinu vonandi hraðar áfram og ég veit að það hafa aðilar, sjálfstætt starfandi aðilar, fleiri en einn og fleiri en 2 lýst yfir áhuga að stofna ungbarnaleikskóla í Reykjanesbæ. Þetta kostar pening, þetta kostar mikinn pening og við vitum það líka. En ég og við teljum að það sé mikilvægt að það fari fram almennileg kostnaðargreining á því. Það hefur verið lagður fram ákveðin kostnaður en þegar að tekir mið af því að eru þessi sjálfstætt starfandi aðilar, eru þeir með húsnæði fyrir eða ekki? Eða eru þeir að biðja að Reykjanesbær skaffi húsnæðið? Höfum við nokkuð burði til þess að fara að byggja eitthvað húsnæði? Eigum við eitthvað húsnæði sem hægt er að nýta? Þetta er allt sem er bara hugleiðingar sem við verðum kannski að taka fastari tökum og þess vegna langar okkur og leggjum fram eftirfarandi bókun. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ leggur til að kostnaðargreining fari fram samhliða því að skoðaðu verður möguleiki á að semja við sjálfstætt starfandi aðila varðandi ungbarnaleikskóla í Reykjanesbæ en þegar hafa nokkrir aðilar lýst áhuga á að setja á stofn ungbarnaleikskóla í sveitarfélaginu. Grunnvinna og skýrslur fagfólks eru til fyrirmyndar og mikilvægt að bregðast í þeim vanda er snýra úrræðum fyrir fjölskyldur frá lokum fæðingarorlofs til þess tíma sem barn fær leikskólapláss. Núverandi hugmyndir virðast að mestu halda í horfinu núverandi ástand í þessu málaflokki en þar hefur verið mikil fjölgun í sveitarfélaginu. Og þetta er sem sagt bókunin. Við langar að bæta eins við þetta að það hefur gríðarlega mikið gerst í leikskólamálum en það fer lítið fyrir því vegna þess að fjölgun er svo rosalega mikil og við náum ekki einhvern veginn að halda, við náum ekki jú, á einhverju leikskólum hefur við náð að lækka aldur og það hefur verið prófað til 18 mánaða einhver staðar en þá vilja menn ekki færa sig út af því sem ég sagði áðan að þeir búi ekki hverjuna svo framvegis. En við teljum mikilvægt að það fari þessi leið að það verði að fullri alvöru skoða þessi möguleiki hvort sem það verður þá fyrir næsta skólaára það sé hægt að fara af stað með þetta eða vantilega ekki fyrir ná 9 fjárhagsára því ekki gert ráð fyrir í fjárhagsáttun og það þyrfti þá auka fjármagn í þetta mál. En bókunin er þegar borist ritara. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Margrét. Mér langar aðeins að
taka til máls undir þessu. Á sínu tíma komu fram háværar raddir ungbarnaleikskóla, meðal annars að þeirri ástæðu að það voru ekki nægilega margir dagforeldrar starfandi í sveitarfélaginu. Og það voru ákveðnir aðilar sem að lýstu því yfir að þeir hefðu áhuga á því að setja á laggirnar slíkan leikskóla sem að myndi þá vera til viðbótar við því kerfi sem að nú þegar er til staðar í sveitarfélaginu. Og það fór nú allavega það langt að ég og bæjarfulltrúi Jóhann Friðrik hittum áhugasama aðila og fórum yfir málin með þeim og niðurstaðan úr því var það að við óskuðum eftir því við fræðslu sviðið að skoðaðir yrðu kostir og gallar þess að vera með annars vegar ungbarnaleikskóla og hins vegar að bæta við ungbarnadeildum á okkar leikskólum. Það er að segja að færa aldursmörkin neðar og taka þá við börnum sem væri yngri en til dæmis 2 ára. Niðurstaðan úr þessu var svo að leggja til að frekar yrði farið í að styrkja þá leikskóla sem að við erum með í sveitarfélaginu og búa þá til ungbarnadeildir sem að gæti þá tekið við yngri börnum, frekar heldur en að fara og aðskilja leikskólakerfið á þennan hátt. Og það var þessi faglega ábending sem við fengum á þessum tíma. Með það höfum við unnið síðan og við höfum, eins og bæjarfulltrúi Margrét nefndi hér áðan, heimilað börnum yngri en 2 ára vist á þessum leikskólum sem við erum með, enda er það í þeirri stefnu sem við öll samþykktum til 2030 að reyna að gera eitthvað í þessum málum inn á þeim leikskólum sem við höfum nú þegar. Þannig að ég held að á meðan að fagleg ráðgjöf til okkar sé þessi að við höfum frekar að horfa til þess kerfi sem við erum með, reyna frekar að lækka aldurinn, þá sé ég ekki allavega á þessum tímapunkti rétt að styðja það að fara í rekstur ungbarnaleikskóla. Enda vitum við hvaða leikskóli kostar. Og þessir aðilar sem til okkar leituðu á þessum tíma, þeir hafðu ekkert húsnæði. Og ef þeir hafa húsnæði þá munum þeir vantilega alltaf leigja okkur húsnæði. Þannig að það kemur svo sem út á eitt. Þannig að kostnaðurinn er auðvitað bara mikill og við vitum að þetta er ekki lögbundi starfsemi sveitarfélaga að reka leikskóla yfir höfuð. Og þannig að það er bara þá spurningu vilja sveitarfélaga til þess að forgangsraða á þennan hátt að eyða að frekar í fjármunum í, við skulum segja, rekstur ungbarnaleikskóla heldur en uppbyggingu íþróttamannvirkja. Við verðum bara að taka þá umræðu, en ég átta mig ekki alveg á því, sko, þarna ræðir bæjarfulltrúinn að þetta sé bókun, en í bókunin felst tillaga. Þannig að við erum ekki væntanlega að taka þetta til afgreiðslu hér, en að því að þú nefnir, Margrét, að þetta sé bókun, en í bókunni er í sjálfu sér tillaga, en ég held að við sé bara rétt að við séum ekki að greiða eitthvað sérstaklega atkvæði þetta núna, heldur er bara bókunin, þarna stendur hún bara fyrir sínu og væntanlega taka þá ráðsmenn í fræðsluráði þetta fyrir og skoða þetta fyrir okkur í framhaldinu. En á þessum tímapunkti hef ég ekki þá skoðun, eða ekki samfærður þá skoðun að fara í að byggja upp ungbarnaleikskóla eftir að hafa fengið þá faglegu ráðgjöf að það sé rétt að gera þetta frekar með öðrum hætti. En orðið laust. Jóhann Friðrik, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er rétt hjá forseta, við áttum þarna fund á sínu tíma með áhugasömum aðilum
og í málefnasamningi meirihlutans stendur að ætlunum sé að fara í það að skoða hvort að ungbarna leikskóli geti hentað í sveitarfélaginu. Og vegna þess að við erum alltaf að tala um þetta þjónustustig sem við erum að glíma við og þá staðreynd sem að forseti nefndi hér að leikskólar eru ekki lögbundin þjónusta, þá held ég að við séum samt sem áður að færast í þá átt. Þessi komið tími til þess að skoða tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga og velta fyrir sér hvort að það ætti að vera lögbundin þjónusta innan leikskólana kannski til að mynda frá 2 ára aldri. Það var farið í þessa skoðun á sínu tíma og niðurstaðan var svo meðal annars út frá þeim sjónarmiðum að ef að sveitarfélagið gæti smátt og smátt boðið upp á þjónustu fyrir yngri börn þá einnig væri verið að veita þá þjónustu í þeim leikskólum sem að væru að öllum líkindum næst heimilum barnanna. Kannski það óskhyggja, ég að vona ekki. Ég að vonast til þess að við sem að færast í þá átt. Við fengum þessa faglegu ráðgjöf og eftir henni höfum við verið að vinna. Og markvisst að vera að leita leiða til þess að taka við yngri börnum. Á sama skapi erum við líka með hóp dagforeldra sem að sinna sínu hlutverki vel. Og ef ég man rétt þá hækkuðu greiðslur til þeirra fyrir 2 árum síðan. Og ég svo sem þekki það ekki eins og staðan núna hversu margir þeir eru. En þetta í sífelldri þróun hjá okkur. Við erum auðvitað stækkandi sveitarfélag. Við erum að taka hér stóru ný hverfi í notkun og þurfum að vera fljóta á fótunum, átta okkar á því hvernig við getum veitt þessa þjónustu sem best. Og ég get ekki séð annað en að við þurfum bara að halda áfram í þeirri vegferð. Greiningin á kostnaði, ég man nú ekki til þess að hafa séð hana per se, þar að segja greiningin hvað myndi kosta að vera með ungbarna leikskóla í grunninn. Það má vel vera að hún hefði komið til á sínu tíma fyrir 2-3 ára síðan. En sjónarmiðin frá fagfólkin okkar voru einmitt þau að það verið skynsamlega að fara í hina áttina. Má vel vera að það breytist yfir tíma. En í öllu falli löngu komin tíma á það að við förum að skoða það hvort að leikskólinn sé ekki lögbundin og til þess að mæta því þá alveg ljóst. Það þarf að skoða tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga til þess að sveitarfélag á Íslandi hafi það bolmagn til þess að sinna þeirri þjónustu. Baldur Guðmundsson, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar. Aftur erum við sem sagt á gráu svæði með bókun-tillaga, bókun/tillaga, maður sletta eins. Þetta aftur, þá erum við ekkert að kalla eftir í að þið takja endilega afstöðu til þessa, heldur að þetta verði skoðað. Og ég ætla ekki að gera lítið úr því að þið hafi fengið ráðgjöf, þið hafi rætt við aðila. Þetta bara að hlutinni gerast hratt í dag. Við erum ört vaxandi samfélag og það líka, þetta mjög ungt samfélag. Það okkar aldurstrí mjög sérstakt. Og við bjuggumst við því til dæmis í fyrra að en maður horfið fram hjá COVID þegar að streymdi að ungt vinnuafl að við myndum þurfa að bregðast við með stækkun leikskóla og skólan okkar sem varð ekki en hugsanlega stöndum við frammi fyrir einhverjum öðrum veruleika í dag og við vitum að það eru til aðilar sem eru tilbúnir í verkefnið og leikskólanir hafa sýnt að þeir geta verið mjög sveigjanlegir, mun sveigjanlegri heldur en grunnskólarnir, hvort sem það leikskólarnir á okkar vegum eða sjálfstætt starfandi leikskólar og þetta náttúrulega spurning aðstöðu, hvernig þú skipuleggur starfið, aðskildar deildir, blöndu starfsemi og allt það og svo náttúrulega kostnaðurinn,
hver ber kostnaðin. Og það er alls konar náttúrulega módel til hvað þetta varðar. Mitt uppráð þegar ég var ásamt sínum minn í Boston og var leitað leikskólaplássi fyrir dóttur hans, að þar náttúrulega voru hlutirnir mun dýrari en þeir voru að taka við börnum niður í 6 vikna gömul, ekki 6 mánaða, 6 vikna, það þurfti að segja mér þetta nokkuð sinnum, þannig að ég bara átti að hvað það var að tala sko. Þannig að það eru til alls konar módel út allan heim og við erum bara að leggja það til að þessi möguleika verði skoðar og hvernig staðan er hjá okkur, því að það eru einhverjir sem að hafa gefið sig fram við okkur og eru tilbúinir í verkefni. Takk. Bæjarstjóri, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já, ég vil nú bara þakka fyrir þessu umræðu mögulegt fyrirkomulag á ungbarnaleikskólum hjá okkur. Það eru, ég man ekki nákvæmlega, við skulum bara segja 3 ár síðan að það komu eða hafðu samband við mig allavega. Þeir einu svona sem að ég hef fullvissu að hafi lýst yfir þessum áhuga. Hinir hljóta þá að tala við ykkur ef þið vitið marga sem eru að leita eftir þessu. En það voru þess að 2 áhugasamir aðilar sem ætluðu samstarf eða óskuðu eftir fundi til þess að ræða mögulegt samstarf sín á milli við Reykjanesbæ rekstur ungbarnaleikskóla, og þá fór umræðan í gang hjá fræðslusviðinu okkar hvor leiðin væri vænlegri, að stofna sérstakan ungbarnaleikskóla sem væri einungis fyrir börn 0 til 2 ára eða 6 mánaða til 2 ára eða 12 til 24 mánaða eða hvernig það nú yrði nákvæmlega, eða hvort að við ættum að gera ráð fyrir því að leikskólarnir okkar gætu tekið við yngri börnum. Það var niðurstaðan þá og máli hefur ekki svo sem fengið aðra umræðu síðan, en eftir þeirri stefnu hefur verið unnið og við erum byrjuð að taka inn börn yngri en 24 mánaða þar sem það er hægt inn á leikskólum nokkrum, 2 eða 3. Þau eru ekki mörg og þau eru ekki 12 mánaða, það er þá niður í kannski 18 mánaða. Þannig að þetta er hafið í takt við ákvarðanir í tengslu við stefnumörkunina okkar sem að bæjarstjórn samþykkti samhljóða. Og svo erum við líka að skoða núna breytingar á leikskólum þeim sem fyrir eru, að byggja við og stækka þar sem það er hægt, og ég get upplýst það að við erum mjög langt komin með grunnhönnun og nýjum leikskóla í Hlíðahverfi, öðrum áfanga, sem er gert ráð fyrir leikskóla í því hverfi, og við erum í mjög góðu samtali við byggingafélag Gylfa og Gunnars bygg sem er að byggja það hverfi þátttöku þeirra í kostnaði við að reisa þann skóla. Þannig að það er margt áhugavert að gerast í þessu sem byggir þó á þeirri stefnu sem ég nefndi hér áðan, að ungbarnadeildir yrðu starfræktar við þessa venjulegu leikskóla. Þá voru rök fræðslusviðsins á sínum tíma fyrst og fremst þau að foreldrar þyrfti ekki að fara á marga staði með börnin á mótnana. Við værum með 2 börn á misjöfnum aldrei, getur farið með það í sitthvora deildina eða sitthvora hurðina á sama leikskólan. Þannig stendur máli frá mínum bæjarstjórum síðan. En ef það eru margir aðilar þarna úti sem að hafa áhuga á því að reka ungbarnaleikskóla, að þá væri nú ánægilegt og held ég bara nauðsynlegt fyrir mig að fá að heyra á því og hitta þá, svona heyra hvað þeir eru að spekulera, því eins og ég segi, ég veit bara þetta eina dúó sem hafði samband fyrir cirka 3 árum. Takk fyrir þetta, bæjarstjóri. Já, í síbreytilegum heimi eru aðstæður fólks að breytast og við erum að sjá núna að fólk sé að fara
vonandi og væntanlega út á vinnumarkaðin aftur eftir þetta COVID ástand sem hefur hér ríkt í 1,5 ár og manni sýnist og hefur sýnst að dagmæðurum eða dagforeldrum, réttar þess að fyrirgefiði, ekki að fjölga eins og við höfum vænst og vonast til og það auðvitað svolítið að móta umræðina þessa dagana, maður sér það bara inn á samfélagsmiðlum að fólk sem hefur hingað eða býr hér ekki að koma börnunum sínum í vistun að afloknu fæðingarorlofi og það kannski eitthvað sem að við ættum svona til skemmri tíma einhenda okkur í vita hvort það sé ekki hægt að styrkja það með einhverjum hætti, hvernig sem það svo gert en það auðvitað slæmt ef að vinnandi hendur ekki nýttar og fólk getur ekki komast út á vinnumarkaðinni þannig að þetta bara fín umræða og gott að við séum að taka hana hér og vonandi kemur eitthvað út úr því. Ekki fleiri sem hafa kvatt sér ljós og þá ætlaði ég að bera upp fundargerð fræðsluráðs til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta fundargerð fræðsluráðs frá 4. júní berin geðmerki og hún samþykkt 11.0 og þá það fundargerð barnaverndarnefndar frá 9. júní og hún ekki til afgreiðslu hér en að sjálfsögðu opin fyrir umræðu ef einhver við tjá sig hana. Svo ekki. Þá næsti liður sem að liður númer 5, fundargerð velferðarráðs frá 9. júní. Orðið laust, Anna Sigríður, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég kemur undir fundargerð velferðarráðs. Mál 1 ungt fólk í Reykjanesbæ. Þá erum við að tala 8., 9. og 10. bekk. En rannsóknir og greining gerði meðal nemenda á úlingastigi í grunnskólum Reykjanesbæjar í febrúar 2021 þessa rannsókn. Hafþór Birgisson, íþrótta- og tómstundafulltrúi, kynnti niðurstöðurnar fyrir velferðarráði og þegar ég var búin að renna yfir könnunina sem ég hef gert árlega, ef ég man rétt, ég held að þetta sé árlega könnun, þá kom mér á óvart hversu mörg grunnskólabörn hafa prófað kannabis. Það kom mér verulega óvart, en það kom mér líka verulega óvart að það væri svona aukning meðal 14 og 15 ára barna notkun á nikótínpúðum. Það svo þessi vara hafi tekið svona við af rafrettu notkun sem var hérna svona kannski meira í fyrra og hitti fyrra. En það kannski líka vegna þess að þessari vöru stillt upp fyrir framan börnin bara eins og tyggjópakki með jarðarberjabragði bara við afgreiðslukassan. Það náttúrulega bara ólíðandi að sjá svona vöru sem á að vera fyrir fullorðna einstaklinga sem hætt að reykja og fara að skipta yfir úr sígarettum yfir í þessa nikótínpúða til þess að hætta að reykja sígarettur, að grunnskólabörn sé að nota þetta, jafnvel eins og tyggjó. Komið verulega óvart að sjá að yfir 20% stúlkna í 9. bekk hafa prófað nikótínpúða. Ég held að við sækjum svona tölur. En svo eitthvað líka mjög jákvætt í þessari rannsókn eins og það að 56,3% barna segja það mjög auðvelt að fá frá foreldrum umhyggju og hlýju. Þetta er gott að sjá þetta líka. Og einnig 22,6% meta andlega heilsu sína mjög góða og 28,2% meta líkamlega heilsu mjög góða. Þannig að það var líka margt gott í rannsókninni en margt sem kom líka á óvart og þetta náttúrulega bara verkefni, forvarnverkefni sem við þurfum alltaf að vinna stöðugt að með börn í grunnskólum. Annað var ekki, takk. Takk fyrir það. Guðni Gunnarsdóttir hefur beðið orðin, hún skrappjar aðeins fram, við slúum hún koma innan tíðar. Og gerst ráð fyrir að Anna Sigríður aðeins lengur í pontunni. Gerðu svo vel.
Kæri forseti, ágæta bæjarstjórn. Já, mér langar að koma hérna undir fundargerð velferðarráðs frá 9. júní síðastliðnum og hérna ræða líka þessa flottu skýrslu ungt fólk sem ég var alveg óbúslega glöð að sjá. Og hérna, mér finnst svo merkilegt og gott að við séum að fylgjast með hvað að gerast hjá okkur til þess að við getum brugðist við því og tekið það nánar. Nú, ég rak augun í það að 22,3% ungmenna hjá okkur eru út eftir miðnætti og við áttum ágætt spjalli og tómstundafulltrúan okkar og ég vildi meina að ungi krakka gætu líka verið úti á þess að vera í einhverjum vandræðum eins og við vorum þegar við vorum ung. En hérna, og tók ég þar á meðal körfuboltavellina sem eru iðandi lífi upp undir miðnætti og hann var alveg sammála mér þar en sagði að þetta er samt ekki gott fyrir fólki sem bíðar og ég er alveg sammála því líka. En þú veist, auðvitað finnst krakkum gott að geta hist loksins og verið úti og þau gleyma sér. Ég held að þetta sé ekki allt bara neikvætt, þessar tölur. Nú, ég vil fagna því alveg stórkostlega að það var bara 2,6% í ölvunatölum hjá ungdómnum okkar og þessi tala hefur farið lækkandi ár eftir ár og þetta er eitthvað sem er einkennandi við Ísland og þetta er eitthvað sem við þurfum að fagna. Það eru, vissulega áhyggjuefni í þessu eins og 8,3% sem hafa prófað kannabis sem er algjörlega óásættanlegt og er eitthvað sem við verðum að rýna í nánar en það er líka atriðan inni sem við þurfum að halda á lofti út af því það er svo auðvelt að reka augun í þetta neikvæða og við höfum séð fréttir þetta frá okkur, lýðheilsuvísana líka, það er alltaf gripið þessar neikvæða tölur og búið til fréttir það en krakkarnir okkar er að drekka mun minna en í gamla daga þegar ég var krakki og ég fagna því. Það sem að ég tók úr þessu sérstaklega var líkamlega og andleg heilsa sem að mér fannst áhyggjuefni sem við þurftum að horfa í og við fengum á fundin lýðheilsufulltrúan okkar, Anna Guðrún Magnúsdóttir og við áttum bara gott samtal þetta og ég tel að það sé mjög mikilvægt að við förum að skoða það að hafa aukna fagaðila inn í skólanum okkar, hvort sem þessi sálfræðingar eða hvað það er. Við erum náttúrulega í manneklu skorti með heilbrigðisstarfsfólk og við erum með skólahjúkrunarfræðingar sem er ekki með daglega viðveru. En 22,6% meta andlega heilsu mjög góða og þetta finnst mér alveg hræðilegt. 28% líkamlega heilsu mjög góða. Þetta eru allt og fáir. Ég hef líka áhyggjur pínu af stelpunum okkar sem finnst að vera einmana, niðurdregnar og svo sér maður þetta með samfélagsmiðla og með hlutfall stelpna í 8., 9. og 10. bekk. Nú á ég stelpu í einum af þessum bekk og ég skoða þessa töflu margoft og mér finnst þetta svo ótrúlegt að með leyfi forseta hlutfall stelpna í 8., 9. og 10. bekk sem hafa sendt ögrandi eða nektarmyndir af sér í gegnum netið, beðið einhvern að senda eða verið beðnar að senda gegn greiðslu. Stelpur í 10. bekk 63% tæp. Stelpur í 9. bekk 67%, 8. bekk 35,5%. Þetta eru galnar tölur. Þetta er algjörlega, og mér brá svo þegar ég las þetta og ég velti fyrir mér nú veit ég að hún Erna frá Ernulandi fór með líkamsvirðingafyrirlestra inn í grunnskólan okkar sem ég fagna gríðarlega og ég held við þurfum að gera meira af því í þessu út af því að unglingarnir okkar eru ekki góða máli með við þetta, hvað þetta varðar. Og þetta er eitthvað sem við getum breytt með fræðslu, ég er algjörlega viss það. Að svona stórt hlutfall af unglingsstúlkunum okkar er að senda sér myndir gegn greiðslu eða gegn greiða eða hvað sem það er. Að það sé verið að ná þeim til að gera það. Þetta er eitthvað sem að ég tek út úr þessari skýrslu sem að er virkilega neikvætt. Nú,
Já, við ræddum fagfólkin í skólanum. Ég ræddi fyrir árið síðan við skólastjóra Fjölbrautaskóla Suðurnesja, varðandi sálfræðing hjá þeim og þau leystu þetta svo vel þannig sálfræðingurinn var afsíðis í skólanum. Það er að segja að þú fóst til hans eða hennar, nú veit ég ekki hvort það var, að þá sástu ekki labbaðanga. Þú fóst inn á gang og það var ekki séði. Þú gast líka haft samband og þetta gekk mjög vel. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða í takt við einmanaleika og óstyrk varðandi þessi neteineltismál vil ég kalla þau, að við höfum eitthvað fagmann annað sem hægt er að tala við inn í skólanum. Því að þessi krakkar eru ekki að fara að koma niður á bæjarskrifstofu og biðja um aðstoð. Þau eru ekki að fara að gera það. Þannig að, og mér fannst líka, ég rak augun í það að Reykjavíkurborg er að byrja með að taka tilraunaverkefni í haust, að hafa eitt skóla hjá sér sem byrjar, man ekki hvort það sé 8:30 eða 9, til að styðja stöðum með rannsóknir að krakkar þurfa að sofa meira og í þessari skýrslu kom fram að aðeins 37% finnst þau sofa nóg. Þannig að ég hefði kannski átt að taka þetta undir fræðsluráðinu að kannski getum við farið með þetta pælótverkefni af stað við Reykjanesbær að skoða þetta, hvort við getum prófað eitt skóla í haust að seinka byrjunans á ég við. Það getur orðið mjög áhugavert að skoða það. En að öðru, ég ætla aðeins að halda áfram. Við höfum ráðið inn 2 nýja starfsmenn á velferðarsviði sem eru ótrúlega flott, sem eru að sinna núna samræmdri móttöku flóttafólks. Og við fengum styrk til að ráða þetta fólk, þetta er kona og karl, bæði með reynslu af börnum flóttamanna og af fullorðnum flóttamannum í Pólandi. Þannig að við fögnum þessu fólki alveg dásamlega og þetta þau fara vel að stað, það er nóg að gera hjá þeim. Þannig að við verðum vonandi svona fyrirmyndin hvernig það er hægt að samræma þessa verkferla. Þannig að það verður mjög gaman að sjá hvernig þetta verkefni gengur. Nú, ég vil fagna ríkisstjórninni, ég held að þetta sé annað skipt sem ég geri það á þessu kjörtímabili, en ég fagna því að félagsmálaráðuneytið er að horfa til okkar og því ber að fagna þegar vel er gert. Og við fengum þess að 2 styrki vegna mótvægisaðgerða vegna COVID fyrir þetta ár og annars vegar var stutt börn 12-16 ára í viðkvæmri stöðu og hins vegar var stutt félagsstarf fullorðinna á Nesvelli og þessi styrkir voru tæpar 8 milljónir. Þannig að þetta kemur sér einstaklega vel fyrir báða þessa hópa og vil ég þakka eindregið ráðuneytinu fyrir að styrkja okkur til að rjúfa þessa félagslega einangrun hjá báðum þessum hópum. Nú, við réðum 267 námsmenn í sumarstörf, þannig að við erum að ná að gera það vel í ár líkt og síðasta ár. Þannig að við erum heldur betur Reykjanesbær að standa okkur vel í að virkja fólkið okkar og ná þeim í virkni á sumrin. Þannig að allt í allt bara gleði efni, svona mestu. Takk. Gunnar Þórðarsson, gjör svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins til að koma inn í þessa umræðu af því að ég hef áhyggjur, sérstaklega áhyggjur af því að foreldrar séu bara einfaldlega ekki að standa sér í uppeldi barna sinna. Þetta hljómar eins og hið opinbera eigi að gera allt til þess að bæta úr, en auðvitað gengur það ekkert upp þegar til lengri tíma er litið. Við berum ábyrgð á börnunum okkar og eigum auðvitað hver og einn sem á börn og barnabörn reyndar líka að leiðbeina þeim með ýmsum hætti. Auðvitað stíga allir ykkur víxlspor sem að teljast út í hött, en menn geta líka lært á því, bæði börnin og foreldrarnir.
Og mér finnst þessi umræða allt og mikið snúast það að hið opinbera eigi að bregðast við þessum alvarlegu málum. Ég er þeirra skoðunar að við þurfum að hvetja foreldrana til þess að bæta sig. Takk fyrir þetta. Það hafa ekki fleiri hvatt sér ljós undir þessu lið. Þeir sem samþykkt geta fundargerð velferðarráðs frá 9. júní eru beðin að gefa merki. Og hún er samþykkt 11.0 og þá er það stefna viðbrags áætlun Reykjanesbæjar gegn einelti, kynferðislegri áreitni og kynbundinni áreitni og ofbeldi. Og þetta er fyrri umræða. Það er ánægilegt að þetta plagg skuli vera komið fram. Við áttum umræðum þetta plagg í bæjarráði síðast og mikilvægt að við höfum svona verkferla til að vinna eftir þegar uppkoma mál sem eru flókin og erfið og gott að eitthvað vinnulag sé þá til staðar. En orðið er laust ef einhver vill fá að tjá sig um þetta. Þetta er fyrri umræða í bæjarstjórn og verður síðan tekið aftur á dagskrá að halvoknu sumarleyfi þann ef að tillagan nær fram að ganga þann 24. ágúst en orðið er laust. Það er enginn sem kveður þessi ljós undir þessu lið. Þeir sem geta samþykkt þá að vísa þessari áætlun til seinni umræðu í bæjarstjórn þann 24. ágúst eru beðin að gefa merki. Takk fyrir það og hún er samþykkt 11.0 og þá að geta bæjarfulltrúar er komið að næst síðasta lið þessa fundar sem eru kosningar til 1 árs samkvæmt samþykkt stjórn Reykjanesbæjar og fundarskap bæjarstjórnar. Ég vænti þess að hér séu komnar tillögur á blað og fyrst þarf að kjósa forseta til 1 árs og það er óskað eftir tillögu í því efni. Það kom upp eða? Nei, þú vart bara að vera í sætinu þínu, herra bæjarfulltrúi. Ef þú myndir, það er verið að óska eftir til, það er komið til að Guðbrand Einarsson, eru einhverjar aðra tillögur? Nei, það er ekki fleiri tillögur, þá skoðast Guðbrandur Einarsson sjálfkjörinn til 1 árs og óska eftir því að það verið bókað. Þá er komið að því að kjósa fyrsta varaforseta og óskað eftir tilnefningum í það embætti. Tillagan Guðni Birnu Guðmundsdóttir. Tillagan Guðni Birnu Guðmundsdóttir er fleiri tillögur. Svo er ekki, þá skoðast Guðni Birna sjálfkjörinn í embætti fyrsta varaforseta og þá er það annar varaforseti upp og stunga í það embætti. Baldur Þóri Guðmundsson. Tillagan Baldur Þóri Guðmundsson og ekki fleiri tillögur. Nei, þá telst hann sjálfkjörinn í það embætti. Þá eru það aðalskrifarar og þeir eru 2 og tillaga slíka. Tillaga Jóhann Friðrik Friðriksson og Önnu Sigríði Jóhannsdóttur. Einhverjar fleiri tillögur. Svo er ekki, þá teljast þau sjálfkjörinn í þetta virðulega embætti og þá vantar upp á stungu varaskrifara. Tillagan Díönu Hilmarsdóttur og Baldur Þóri Guðmundsson. Fyrirgefið var ekki einhver breyting þar. Nei, þetta er eins, það er ekki frekari tillögur í þetta, þá skoðast Díana og Baldur sjálfkjörinn í embætti varaskrifara. Og þá er það bæjarráð og þar erum við að kjósa 5 aðalmenn og 5 til vara og þá óskar forseti eftir tillögu aðalmenn í bæjarráð. Tillagan Friðjón Einarsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Guðbrand Einarsson, Margrét Ólöf Sanders og Baldur Þóri Guðmundsson. Einhverjar fleiri tillögur? Svo er ekki, þá skoðast þau sjálfkjörinn. Og þá óskar forseti eftir upp á stungu varamenn í bæjarráð. Tillaga Guðni Birna Guðmundsdóttir,
Díana Hilmarsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Anna Sigríður Jóhannesdóttir og Ríkharður Ibsen. Einhverjar fleiri tillögur? Svo er ekki, þá skoðast þau sjálfkjörin og þá höfum við lokið þeirri kosningu sem fram þarf að fara og þá ágældum bæjarfulltrúar erum við komin að síðasta lið þessa fundar sem er sumarleyfi bæjarstjórnar og eins og allir vita þá starfar bæjarstjórn ekki yfir hásumarið heldur tekur bæjarráð yfir hennar störf og hefur þar að leiðir fullnaðar ákvörðunarvald í þeim málum sem uppkoma að því gefnu að bæjarstjórn samþykki það og tillaga að svo verði ég ætla að leggja fram tillögu það en mér langar að benda á að því að ég nefndi hér að bæjarstjórnarfund sem að verður 24. ágúst vanin er að við hittust 1. og 3. þriðjudag í hverju mánuði en það eru 5 þriðjudagar í ágúst og tillagan er því þrjú að taka þetta á 1. og 4. Ekki 1. heldur á 4. að við hittust eftir að afloknu sumarleyfi á 4. fundi bæjarstjórnar eða þann 24. ágúst. Þannig að ef engin hreyfir andmæli þá verður tillagan svohljóðandi. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir með vísan til 35. greinar laga nr. 138 frá 2011 og 48. greinar samþykktar stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar að fela bæjarráði fullnaðar afgreiðslu mála á meðan sumarleyfi bæjarstjórnar stendur yfir frá 16. júní til 11. ágúst næstkomandi. Næsti fundur bæjarstjórnar verður þriðjudaginn 24. ágúst 2021 í Merkinesi í Ljómahöll og þeir sem samþykkt geta þessa tölu verið beðin að gefa merki. Það eru 10 sem að samþykja þessa tillögu, einhver á móti, einhver sem situr hjá, það er 1 sem situr hjá. Og ágætu bæjarfulltrúar, þá er dagskrá tæmd. Jú, fyrirgefið. Og þá er það stóra málið sem að mér langar að fá að ljúka fundinum á, sem er að við fengum gleðifréttir í upphafi fundar sem að voru þær að við fengum hér heimsókn frá fyrirtækjunum Samherja og HS Orku sem kynntu fyrir okkur áform verulega uppbyggingu út á Reykjanesi og sem er auðvitað fagnaðarefni að við séum að sjá hér atvinnuuppbyggingu til framtíðar upp á mörg hundru störf þegar þeirra áætlanir hafa náð fram að ganga. En vegna þess langar okkur og viljum að bóka ályktun frá bæjarstjórninni allri sem er svohljóðandi. Samherji fiskeldi kynnir uppbyggingar áform í auðlindagarði HS Orku. Forsvarsmenn Samherja fiskeldis og HS Orku kynntu fyrir bæjarstjórn Reykjanesbæjar og lykilstjórnendum fyrir bæjarstjórnarfund áform uppbyggingu landeldis í auðlindagarði HS Orku á næstu árum. Samherji fiskeldi áformar að byggja upp alltaf 40.000 tonna landeldi á landi í 3 áföngum á næstu 11 árum. Laxeldisstöðin verður staðsett við Reykjanesvirkjun og mun samanstanda af seiðastöð, áfram eldisstöð og vinnsluhúsi ásamt þjónustubyggingum. Heildarfjárfesting er áætluð ríflega 45 milljarðar króna en stjórn Samherja hefur ákveðið að leggja til fjármagn í fyrsta áfanga verkefnisins. Áætlað er að bein störf í tengslu við fiskeldið og vinnsluna verði 100 störf í fyrsta áfanga auk fjölda afleiddra starfa og að fjölmörg störf skapist á byggingatímanum. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar fagnar áformum Samherja fiskeldis þessa uppbyggingu í auðlindagarði HS Orku.
Og það er ánægulegt ágætu bæjarfulltrúar að fá slíkar gleðifréttir inn á síðasta fund þessa vetrar og við getum öll glaðst yfir því að það eru ýmsir góðir hlutir að gerast í framhaldinu. En eins og ég sagði, dagskráin er tæmd og nú verður gengið frá fundargerð sem verður síðan samþykkt rafrænt. Og þar sem er að ræða síðasta fund bæjarstjórnar fyrir sumarleyfi vil ég ágætu bæjarfulltrúar þakka ykkur ánægjulegt samstarf á liðnum vetri og óska ykkur gleðileg sumars í leik og starfi. Ég segi 613. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hér með slitið.